Það eru tilkynningar. Heartily welcome to all of you. It's lovely to see all of you in the church today. Þú að þýða? Ég get bara að tala íslensku, það gott. Það tilkynningar sem við höfum, að það eins og venjulega bænastundirnar ekki á þriðjudögum klukkan 12 og þar á eftir borðum við saman. Það búðin okkar á þriðjudögum og fimmtudögum frá klukkan 2 til 6 og súpustofan klukkan 6 á þriðjudögum. Allt þetta eitthvað sem við njótum að vinna með og bjóðum ykkur all hjartanlega velkomin að koma. Svo erum við með íslensku kennslu, bekki í ókeypis íslensku kennsla. Það á þriðjudögum og miðvikudögum. Á þriðjudögum erum við með kennslu frá klukkan 4 til 6, byrjendur á þriðjudögum frá 16 til 18 og á miðvikudögum frá klukkan 16 til 18 það spænskumælandi. Fólk sem velkomið að koma að læra íslensku og svo kemur það framhaldsnámskeið á miðvikudögum frá klukkan 6 til 8, 18 til 20. Ég ætla líka að nefna það að næsta hvíldardag hér verður tekin upp guðsþjónusta fyrir útvarpið. Það þann 28. mars verður upptaka frá hér frá klukkan 12 til 1 eins og venjulega og það mikilvægt að sem flestir komi og taki þátt og láti heyra í sér í söng og öðru, en það undirbúin útvarpsguðsþjónustu upptaka. Henni verður svo útvarpað annan páskadag bara eins og venjulega. Svo það eitt í viðbót sem ég langar til þess að nefna og það það sem kallað relay eða getum við sagt boðhlaup sem boðunastarf sem á að halda hér frá 31. mars til 7. apríl sem bara páskavikan, dymbilvikan og páskarnir sjálfur fram á annan í páskum. Að það bara stórkostlegt prógram sem hér í gangi. Þetta boðunarþjálfun og hún fer fram á morgnana þann 31. mars morguninn á Hlíðarskóla og svo síðdegis og kvöldi þá líka farið út og verið með boðunastarf hér í umhverfinu kringum kirkjuna. Svo að allir sem hafa áhuga á þessu þau gjöru svo vel og ég segi allir, þetta fyrir 18 ára og eldri að koma og taka þátt í þessu starfi. Þið sjáu þetta á töflunni henni frammi að það eru upplýsingar þetta efni hér. Í þetta getum við sagt boðhlaup eða relay í boðunastarfi, þjálfun í boðunastarfi. Stórkostlegt tækifæri sem við þurfum að nýta okkur sem allra best. Svo langar mig til þess að nefna líka að Filipino International Food Day, það dagur Philips eiska fólksins, það sem við bjóðum upp á mat og þetta verður 12. apríl í loftsalnum í kirkjunni í Hafnarfirði. 12. apríl klukkan
5 síðdegis verður þessi hátíð fyrir Filippseyska fólkið og allir eru boðnir að koma og eru allir velkomnir að koma og taka þátt í þessu. Takk fyrir ekki að þetta tekur svo langan tíma að kynna allt þetta. Það eru svo margar tilkynningar en það er að hinu góða. Við erum þakklátt fyrir það að mikið að vera og gott að margt að gerast. En nú munum við syngja sálmin upp á sálmin. Það er sálmurinn númer 13, lofið mannsoninn og praise him, hymn number 13. Well,
verkum eitthvað við dyrnar, annarkvort bara í reiðufé eða þá líka í posa á hérna að skulum standa áfram. Ég ætla að lesa ritningaversið sem hann Einar hefur valið. Það er Salmur 37. Salmur 37 og vers 1 til og með 9. Það er Davíð sálmur. Ver eigi og bráður
vegna illvirkjanna. Öfunda eigi þá ranglæti fremja, því að þeir fölna skjótt sem grasið, visna sem græna jurtir. Treyst drottni og gjörðu gott, búð þú í landinu og iðka ráðvendni. Þá mun þú gleðjast yfir drottni og hann mun veita þér það sem hjarta þitt girnist. Fel drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Hann mun láta réttlæti þitt renna upp sem ljós og rétt þinn sem hábjartan dag. Ver hljóður fyrir drottni og vona á hann. Ver eigi of bráður vegna þeirra vel gengur, vegna þess manns svik fremur. Lát af reiði og slepp heftinni. Ver eigi of bráður þegar leiðir til ills eins. Það leiðir til ills eins. Illvirkjarnir verða afmáðir, en þeir vona á drottinn frá landið til eignar. Við skulum biðja saman. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig til þess að lofa þig fyrir það að þú blessar og þú verndar og þú líknar og læknar. Og við getum lagt okkur algjörlega í þína hönd og við biðjum leiðsögn þína og hjálp. Drottinn líka þessu mikilvæga boðskap sem við hér heyrum, að þú leiðir okkur og þú hjálpir okkur til þess að skynja við að bíða og vera traust og örugg í þinni hendi og biðja þína leiðsögn og þína hjálp og þín skilning sem þú gefur okkur á kærleika og umburðarlyndi og því að bíða eftir þér að þú komir inn og bjargir við málum. Drottinn, við bara lofum þig fyrir það að þú kemur inn og þú styrkir og þú gefur okkur réttlæti, að því að það það sem þú vilt að við tilengum okkur, réttlæti og skilning. Við biðjum Drottinn fyrir þeim sérstaklega sem þurfa á þér að halda í samfélaginu í dag. Það eru svo margir sem eru ráðvilltir, kannski vonlausir, finnst hlutirnir vera erfiðir og framtíðin ekki björt, en Drottinn, kom þú inn og tendra þú þitt ljós í okkar hjörtum, að við mættum skilja að þú ert sá sem stjórnar og stýrir og allt í þinni hendi og þú munt vel fyrir sjá og þú munt leiða okkur. Gefðu okkur von, gefðu okkur traust á þér, gefðu okkur möguleika á að bera þinn boðskap út til þeirra sem þurfa sérstaklega þér að halda. Mættum við þannig vera ljós á veginum fyrir þá sem við umgöngumst og viltu vera með okkur við göngum héðan í dag til þess að vera til blessunar ávallt. Drottinn, við lofum þig og biðjum þess að þú komir í skýjum himins eins og þú voru lofað og bindir endi á sögu þessa heims og við fáum eitthvað nýtt og eitthvað betra þar sem réttlæti býr. Við biðjum í Jesú blessaða nafni. Amen. Gjöru svo vel að fá okkur sæti. Takk fyrir. Þá munum við fá einsöng
Og það hún Rebekka sem ætlar að koma og syngja fyrir okkur í dag. Rebekka, please come and sing for us. Will we use the mic here? Waiting for the music.
Takk innilega, Rebekka. Þetta var mjög óvænt. Allt í einu kemur þetta að koma blessanir til okkar. Og þetta er konan hans Gabor. Gabor, þarna ert þú. Og bara yndislegt, Rebekka, hjartans þakkir fyrir fallegan söng. Og nú ætlar hann Einar að deila orði Guðs með okkur. Komið öll sæl. Komið öll sæl. Takk fyrir. Við erum ekki vön að svara í kirkju, þetta er allt í lagi, alveg eðlilegt. Og ég vona að þið hafið það gott. Ég vona að það gangi vel. En hvað er að frétta af þér og þínum? Þú þurft ekki að svara. Hvað er að frétta? Þetta er svo algengt, sennilega í öllum löndum. Hvað er að frétta? Það er margt að frétta þessa dagana í fréttunum. Komum að því aðeins á eftir. En eins og ég hef gert áður að þá varpa ég fram svona einhverju sem hefur gerst á þeim degi sem að við erum hér í sögu Íslands, sem að hefur verið talið upp og sett í bók, en hérna, og það sem gerðist sem sagt 21. mars, er ekki 21. mars í dag alveg örugglega? Já. 1982, þá gerðist það að fjarhitun í Vestmannaeyjum var formlega tekin í notkun til hamingju Vestmannaeyingar. Þetta var stór mál og þetta var stórkostlegt afrek, þetta var eitthvað sem margir héldu að vera ekki hægt að gera og hafðu ekki trú á, en þetta tókst. Og þetta er dagurinn, 1982, en svona aðri dagar kannski í kringum þetta hjá okkur, að 17. mars, það er stór dagur hjá mér, þá kom frúin í klöppina. Það er Tíkin Lady, sem sagt sko. Hún kom í klöppina og ég er búinn að eiga hana síðan. Henni þótti ekkert auðvelt að yfirgefa mig í morgun þegar ég lét hana í pössun til að fara hingað. Hún skildi svo þegar útskýrði fyrir henni hvað væri að vera að vera. En þetta er stór dagur hjá mér. 17. mars, 19. mars, 2 dögum eftir að Lady kemur til í klöppina, þá er fyrsta eldgosið á Fagradalsfjalli í Geldingadölum. Og svo 20. mars, þá drukknaði Magnús afi minn, langafi minn fyrir utan Sandgerði ásamt 6 öðrum mönnum. 2 þeirra voru frændur Hjartar í næri Hundadal, ég held ég hafi nefnt þetta einhvern tímann áður. Og á þessum degi í gær, 20. mars 1991, þá var stysta ræða í sögu Alþingis. Stysta ræða í sögu Alþingis. Það væri nú gott að stytta það sumar, er það ekki? Það var Ásgeir Hannes Eiríksson sem að ávarpaði Alþingi og hann sagði þessi 4 orð: virðulegi forseti, álverið rísi. Stysta ræða í sögu Alþingis. Jæja, en í dag að þá erum við að glíma við margt í huga og hjarta og víðsvegar heiminn. Það er margt í gangi og það vill svo til að ég á fjölskyldu sem er nátengd mér, sem er á núna ófriðarsvæði, vonandi komast þaðan í dag, en þetta er nógu erfitt að sjá og heyra hvað er að gerast, en það margfaldast þegar þú ert með ástvini á þessu svæði, sem að vakna upp miðjar nætur við viðvaranir í símanum, sem að geta verið út að ganga og fara að versla og allt í einu hljómar viðvörunar sírenur og það þarf að hlaupa inn og verja sig ef eitthvað skyldi hrynja úr háloftunum.
Og þetta er lífsreynsla margra núna á þessum dögum, á þessum vikum hjá okkur. Geysilegur ófriður. Og svo erum við mörg okkar að glíma við ábyggilega einhvers konar veikindi og ég settist niður og taldi upp hjá mér daginn. Hérna ég á 10 eða 8-10, ég á núna 9 hálfsystkini á 2 stöðum og 3 sem sagt tengda eitthvað, mága sem sagt eða mágkonur. Og af þessum, 12, það voru 2 í lagi, bara 2 í lagi, sko heilsufarslega. Það eru veikindi, það eru sjúkdómar, það eru fréttir ófrið og öll þessi dauðsföll og við kippum okkur valla upp við það lengur að heyra að svo og svo margir hafi verið drepnir og svo framvegis. Þetta er skrítið ástand, mjög skrítið ástand. Íran og Austurlönd nær, Gaza, Líbanon, Úkraína, Myanmar, Jemen, Kongo, Pakistan, Afganistan, það væri hægt að halda áfram. En í dag fáum við þetta svona beint í æð vegna sambands allan heim. Styrjaldir, ófriður. Og það þarf ekki bara að vera með vopnum sem ófriður á sér stað. Okkur tekst að framkalla ófrið jafnvel þó að enginn séu vopnin. Sjáðu lítil börn, sjáðu fullorðið fólk, vinnufélaga. Bara við makalust hvað er auðvelt fyrir okkur mannfólkið að stofna til ófriðar eða verða þáttakandur í einhvers konar ófriði. Og styrjaldirnar stóru, við tölum á enskunni var sagt The Great War, stóra stríðið, það var áður en að seinni heimsstyrjöldin kom, en eftir fyrri heimsstyrjöldina. Og hugsum bara þessar tölur örlítið. Það er ekkert að ná utan um þetta. Í fyrri heimsstyrjöldinni, frá 1914 til 1918, að það dóu á milli 15 og 22 milljónir manna. Og það er svona mikil óvissa í tölunum. En það voru 15-22 milljónir, 6-13 milljónir voru borgarar, almennir borgarar, ekki hermenn, minni hlutin. Seinni heimsstyrjöldin, þá tókst manninum að gera betur, þar létust 70-85 milljónir, hugsið ykkur töluna og við náum ekki utan um þetta. 70-85 milljónir og almennir borgarar voru 50-55 milljónir. Almennir borgarar. 3% mannkyns. 159 Íslendingar pluss 70 eftir í hvernig er talið. Létust vegna stríðsins, 110 vegna beinna árása á íslensk skip eða skip tengd Íslandi. Svo fyrir utan alla hina sem að létust, þá sem að lifðu af við stór sár á líkama og sál. Alveg hræðileg staða sem mannkynið eða menn koma sér í öðru hvoru. En þetta dæmi, styrjaldirnar, eru dæmi sem sagt ósætti, þar sem að menn get ekki verið sáttir og þau grípa til sinna ráða.
Og hjá okkur á Íslandi núna þá eru kosningar framundan og maður er strax farin að heyra ósætti, rifrildi. Við eigum auðvitað með að koma okkur í svoleiðis lagað. Ósætti er svo eðlislegt fyrir okkur, einhvern veginn. Og jafnvel innan okkar hóps, eins og við vitum, að þá eru mál þar sem eru að hrjá geysilega marga. Ekkert vafamál. Og kannski lítið gert í því að reyna að laga þetta, því miður. En fólki líður svo oft illa. Við sem erum hérna inni núna og þeir sem eru að horfa, ef við settumst niður og skrifum á blað það sem að færa okkur til að líða illa, við hefðum öll eitthvað. Það gæti verið heilsufarslegt, það gæti verið samskiptalegt, eitthvað á milli okkar og einhverja annara, eða ástand á vinnustaðnum hjá okkur eða í kirkjun okkar eða annar staðar. Að við lifum öll við þetta. Við lifum öll við þetta. Friður. Og ef við segjum orðið friður eða hugsum orðið frið, þá svona, mikið vildi ég á. Því að maður finnur það að ófriður, þó að maður sé ekki þáttakandi í honum, hann truflar mann. Og ég er viss um það að þið, sum ykkar eins og með mig, að maður kannski vaknar upp á nóttu 3 eða 4, allt og snemma, og það einhvern veginn kviknar á einhverjum hugmyndum sem tengjast áhyggjum vegna ósættis og maður getur ekki sofnað. Lof sé sjónvarpinu sem svæfir mann svo. En það er ábyggilega fleiri en ég að eiga því sjónvarpað. Að stundum fáum við á okkur eitthvað, jafnvel nývöknuð miðja nótt eða yfir daginn er maka einhvers staðar og það er eitthvað sem er að trufla mig. Eitthvað sem tengist ósætti og orsakar svo vanlíðan hjá mér eins og hjá svo mörgum öðrum. Þetta er heilmikið mál. Heilmikið mál. Friður. Við þráum frið. Við þráum frið. Frið jafnvel innan fjölskyldunar, stórfjölskyldunar, á vinnustaðnum og annar staðar. Ef þú tekur íslenska orðalíkilinn fyrir Biblíuna, að þá er þar 238 sinnum gróflega, 240 sinnum talað frið. Bara orðið friður, ekki tengd orð, maður er bara að tala orðið frið núna. Það eru miklu fleiri hugmyndir frið annars staðar líka. 240 og það er eiginlega jafnt í Gamla og Nýja testamentinu. Ef þú ætlar að eyða orðinu ófriður, að þá er það 63 sinnum. Og það er bara 3 sinnum í Nýja testamentinu. Friður. Hvar hefur þú fundið mestan frið? Hvar færð þú frið í dag? Hvert ferðu til að fá frið? Hvert ferðu þegar að sækja á þig tilfinningar og hugsanir sem eru að trufla þig? Það er magnað hvað ein tík getur gert, bara sem dæmi. Og ég er meðvitaður að þetta er góð leið að fara að strjúka
þessari fallegu, góðu, dúbaísku tík sem ekkert nema ljúfmennskan, eða ég vil segja ljúfhunskan, og svo gefandi og huggun. Dýrið huggun í þeim málum sem eru stundum að hrjá okkur. Hvert ferðu? Hvað gerirðu til þess að fá frið? Ég hef notið fríðar í Klöppinni þar sem ég ólst upp og bjó svo í 30 ár sem fullorðinn maður. Og ég hugsaði frið oft í tengslum við skólana sem ég hef verið á heimilistaskólana, Hlíðarlaskóla og Nýbund í Englandi. Föstudagskvöldin þar voru alveg einstök, það ekki, þið sem hafi verið á þessum skólum? Föstudagskvöldin, síðdegin og kvöldin voru alveg einstök. Skiptist algjörlega gír og eitthvað annað andrúmsloft tók við og þetta gerði manni svo gott. Við hefðum tök á að hafa eitthvað svona lagað í dag. Mikið hefðum við gott af því. Kannski ættum við að byrja svona allan einu sem mánuð eitthvað svoleiðislega með föstudagskvöld eins og við voru áður fyrir á stofnunum okkar eða á skólum. Og það var dásamlegt að upplifa svona á þessum skólum. Og svo líka hefur maður gert það heima hjá sér. Sérstaklega þegar fjölskyldan var öll við og hún var ung, að þá var auðveldara að halda takti, börnum hlýddu manni og svoleiðislega, svo komið þeir tíma þar sem að föstudagskvöldin gátu ekkert verið eins og þeir höfðu verið vegna þess að börnin voru farin að sinna sínum eigin áhugamálum og fara og vera með öðrum og svo framvegis. En hvar finnur þú í dag frið? Áttu þér einhvers konar aðstæður eða stað eða bók eða mynd sem að veitir þér frið? Ef ekki, þá væri mjög gott að hugsa það og reyna að finna afdrep, þar sem maður finnur frið. Og friður á hebresku hvað? Einhver? Shalom, já. Á grískunni eirene, auðvitað veifa maður svona lögur til þess að sýna hvað maður kann. Shalom, eirene. Og shalom ekki bara friður, því að friður náttúrulega magnað hugtak, inni dags mikil. Shalom, það friður, samlyndi, heilleiki, heilbrigði, velmegun, vellíðan, öryggi. Þetta sko hlaðið orð eins og við segjum, shalom. Og þetta kveðja eða hilsa, shalom. Far í friði, hvað þetta fallegt. Far í friði, friður sé með ykkur. Og nú eru páskar að nálgast og mér datt í hug hvort það væri ekki sniðugt fyrir mig og nefnilega þessuna bara við ykkur að kannski að flétta friðarhugtakið sem við þurfum svo mikið á að halda núna, að flétta friðarhugtakið við páskana. Að tvinna eitthvað saman núna, það eru 2 vikur til páska, að tvinna eitthvað saman sem að eflir frið í sál. Lesa til dæmis í Nýja testamentinu aðdraganda páskana, finna sér Passíusálmana hans Hallgríms og fletta upp í þeim. Svona getur ekki annað en stuðlað að friði í sálinni.
öll á einn eða annan hátt lifað við loforð frið. Munið eftir fallegu myndunum hérna í gamla daga, svona málverk, börn við foss eða á og svo engill yfir þeim og svo framvegis. Þetta voru friðarmyndir, svo fallegar. Við getum unnað okkur við friðar hugmyndina í ýmsum sögum og ljóðum, listaverkum og fyrirheitum Biblíunnar. Og málið að þeir sem hafa einsýnt sér að setja sig í friðargír þrátt fyrir að allt væri háalofti, þeim hefur tekist það. Friður í ófriði, friður í ómögulegum kringumstæðum. Og mér kom í hug þegar ég var að hugsa þetta, bókin hans Viktors Frankl, sem heitir á enskunni Man's Search for Meaning, eða leitin að tilgangi lífsins. Hann var í útrýmingabúðum í seinni heimsstyrjöldinni og þetta er bók sem að allir ættu að lesa og ekki bara einu sinni. Alveg ótrúleg bók. Bók mann sem skapar frið inn í umhverfi sem einkennast af djöfullegum ófriði og drápum, vanlíðan. Það svo dásamlegt þegar maður getur notið friðar og við, eins og ég nefndi áðan, við þurfum kannski að stoppa og svona hugsa það, hvernig get ég skapa mér meiri frið yfir daginn eða nóttina ef þú skuldir vakna óvart. Að finna sig vera sáttan við Guð og menn eitthvað það dýrmætasta sem að við getum eignast, það ekki? Jesús sagði í Jóhannesi 14, fríð læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Þeir þurftu að taka á móti þessum friði auðvitað, en Jesús segir, minn frið gef ég ykkur. Hjartað það skelfist ekki né hræðist. Jesús vissi hvað beið þessara lærisveina. Það var ekki allt fallegt og skemmtilegt og friðsamlegt. En þeir hafa eflaust tileinkað sér það mikið af því sem að Jesús kenndi að á dauðastundu, píningastundu, þá áttu þeir sinn frið, eins og Viktor Frankl í ómögulegum kringumstæðum. Í Filippibréfinu, 4. kafla, sem að ég notaði sem aðalefni í ræðu hjá mér fyrir ekki löngu síðan hér, að þar talað samlyndi, það talað að vera glöð í Drottni og það hnykkt á því verið glöð, það talað ljúflyndi, það talað að biðja og þakka, allt bakkað inn í þessa fríðarhugmynd. Bæn og bön og þakkargjörð og fríður Guðs sem aðrir í öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Og Guð fríðarins mun vera með ykkur. Í Sálminum 46, og það byrjar ekki alveg á friði, komið, sjáið dáðir Drottins, hann veldur eyðingu á jörðu.
og þetta hljómar nú ekki geysilega friðsamlegt, en hverju er hann að eyða? Hverju er hann að eyða? Það er svolítið skemmtilegt sko. Hann stöðvar stríð til endamarka jarðar, brýtur bogann sem drepur, móðvar spjótið sem drepur, brennir skildi í eldi, hættið og játið að ég er Guð. Sálmarnir 4. Í fríði leggst ég til hvíldar og sofna, því að þú einn drottinn lætur mig hvíla óhultan í náðum. Þetta er svo fallegt á íslenskunni hérna. Þú hvílir í náðum. Hvílir í náðum. Í Sálminum 116 er talað snörur dauðans, angist, nauð og harm. Og í framhaldi af því er sagt í 5. versinu, náðugur er drottinn og réttlátur, miskunnsamur, og svo 7. versið, vertu aftur róleg, sála mín, því að drottinn gerir vel til þín. Vertu aftur róleg, sála mín. Sálmaskáldið reiknaði alveg með að við erum í öldudal. Við erum stundum uppi og stundum niðri. Vertu aftur róleg, sála mín, því að drottinn gerir vel til þín. Og svo er það Sálmurinn 37 sem var lesin hérna áðan og við ætlum bara rétt að hnykkja á lykilorðum. Ver eigi bráður. Ég þarf að segja mér þetta því að ég get orðið svo reiður vegna ýmissa aðstæðna. Traust drottni, njót gleði í drottni. Fel drottni vegu þína og traust honum. 7. versið, ver hljóður fyrir drottni og vona á hann. Ver eigi og bráður vegna þess manns sem vel gengur og svo framvegis. Lát af reiði, slepp heftinni, ver eigi og bráður. Sko það er talað um þetta eins og við höfum einhverja stjórn á þessu og við gerum það vissulega. Við gerum það vissulega. Kannski með því að fara þessa dagana, eins og við varum nefna áðan, í Guðspjöllin og lesa páskaaðdragandann, passíusálmana eða eitthvað annað sem að hentar þér. Og mættu við þessa dagana og þessa vikurnar rækta þann kjarna og þann grunn sem að blessar okkur sem einstaklinga. Og svo mikið af því tengist trúni, en það er líka annað eins og bara það að vera út í náttúrunni eða hitta gott fólk sem að lyftir manni upp. Mættu við markvisst vinna í páskaboðskapnum sem er eitthvað það dásamlegasta og jákvæðasta sem að við fáum að meðtaka, boðskapurinn eilíft líf og nýta okkur passíusálmana. Og þannig er það sem að ég enda með þessum blessunarorðum og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi varðveiti hjörtu vor og hugsanir í Kristi Jesú drottni vorum. Amen. Þakka þér Einar fyrir þann góða boðskap, friðar boðskap sem er svo mikilvægur í dag. En við ætlum að syngja sálm, sálmur nr. 380, því bjarginu sál mín byggðu á. Sálmur sem er eftir hann Belden, Franklin Edson Belden. Þið þekkja hann kannski ekki en hann var aðventisti og starfaði mikið á 19. öldunni og byrjun 20. aldar
og þýðandi sálmsins er Elínborg Gunnarsdóttir sem bjó hérna í kirkjunni í fjölda ára. Svo að þetta er svona okkar sálmur, því bjarginu sál mín byggðu á. Við skulum standa áfram því að hér koma blessunarorðin á eftir, en hjartans þakkir fyrir að koma og vera hér hjá okkur í kirkjunni í dag. Hjartans þakkir til allra þeirra sem hafa tekið þátt á einn og annan hátt í guðsþjónustunni hér, ekki síst Einar, takk innilega fyrir góða predikun. Hjartans þakkir og við skulum hafa blessunarorðin hér í lokin. Gjörðu svo vel, Einar. Meðtökum blessunarorðin. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásýn lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Gjörðu svo vel, fá okkur sæti. Ég ætla að bjóða ykkur öllum að koma hér inn á eftir og njóta smá máltíðar og eiga samfélag saman. Gjörðu svo vel.